Komið sæl, ég heiti Kristjana Guðbrandsdóttir og verið velkomin í svokallað kaffibrúsaspjall Iðunnar fræðsluseturs. Hingað kominn Pétur Halldórsson frá Skógræktinni og við ætlum að spjalla saman nytjaskóga. Nytjaskógar, hver svona tilgangur þeirra, Pétur? Það nú hægt að kannski horfa á nytjaskóga hugtakið bæði þröngt og vítt. Ef við segjum, notum þrönga skilgreiningu, þá þetta skógur sem ræktaður til þess að fá timbur og aðrar afurðir sem við seljum. Svo getum við þetta kalla það nytjar að skógur veiti skjól, að þar vaxi sveppir, að þar þrífist til dæmis berjarunnar sem gefa okkur ber og þar sé hægt að vera með útivistarsvæði og þar fram eftir götunum, en kannski það fyrsta sem fólki dettur í hug eru timburnnytjarnar. Og þannig að, já, við getum alveg talað nytjaskóga bæði þröngt og vítt, eins og við segjum. Nytjaskógar, hafa þeir eitthvað hlutverk gagnvart loftslagsvandanum sem við erum öll að kljást við? Já, mannkynið hefur nú ekki staðið sig að öllu leyti vel. Það hefur verið eitt stórum hluta af þeim skógum sem voru á jörðinni upprunalega. Og við Íslendingar höfum nú alveg lagt okkar að mörkum í því. Hér voru birkiskógar eða birkikjarr og birkiskógar og víðikjarr á 25 og jafnvel allt upp í 40% landsins þegar við landnám. Síðustu aldamót eða í fyrri hluta síðustu aldar þá var þetta komið niður fyrir 0,5%. Þannig að við nánast eyddum öllu skóglendi á Íslandi. Þannig að við höfum mikið verk að vinna að koma þessu tilbaka og það þessi viðbót sem verður þegar maður setur skóg í skóglaust land sem tækifærið núna í loftslagsmálunum. Það að rækta skóg þar sem engin skógur fyrir. Þá fer land sem kannski bindur ekki neitt kolefni eða lítið eða jafnvel þar sem kolefnisbinding neikvæð eða losun. Það fer að binda mjög mikið kolefni og þá sem sagt skilum við aftur til loftslagsins, einhverja því sem við höfum tekið úr því eða til jarðarinnar. Þannig að það mikils að vinna. Fyrir það svona sem ekki vita, hver munurinn á nytjaskógum og upprunaskógum? Svona hvað varðar þá loftslagstenginguna? Já. Það má kannski líkja upprunaskógum eða náttúruskógum við bara samfélag fólks. Ef það fæðast jafn margir og deyja, þá bara fólksfjöldinn alltaf sá sami. Þetta það sem gerist þegar skógur verður gamall. Þá fara elstu trén að deyja og það þurfa að vaxa upp ný tré í staðinn og þá verður svona eitthvað jafnvægi. Þannig að það verður í rauninni mjög lítil kolefnisbinding, viðbótar kolefnisbinding þegar skógurinn er orðinn mjög gamall. En ef við erum með nytjaskóg og tökum reglulega úr honum á sjálfbæran hátt, timbur, og gróðursetjum alltaf í staðinn eða leyfum nýju að vaxa upp, þannig að það sé alltaf í rauninni svona eðlileg hringrás. Þá erum við alltaf með nýja bindingu, síðan notum við timbrið í til dæmis hús og þar getur húsið verið eins konar kolefnisgeymsla á meðan það stendur og það meira sé hægt að nota viðinn aftur þegar húsið rifið, kannski sem brenni, kannski í ný hús. Þannig að við framlengjum tímann sem kolefnið bundið í viðnum með að nýta hann og svo á meðan þá nýtt kolefnið að bindast í skóginum. Gildir þetta líka bara aðrar nytjar úr skóginum eins og til dæmis bara bók eða, ég veit ekki, parkett, hvað sem er? Já, kolefnið þarna þangað til það einhvern veginn losnar aftur út í andrúmsloftið með rotnun eða ef því brennt eða svoleiðis, en í náttúruskógi þá auðvitað alltaf að rotna álíka mikið og að bindast. Þannig að það í rauninni gott fyrir loftslagið að vera með nytjaskóga, en það auðvitað líka gott og mjög mikilvægt að vernda náttúruskóga. Já, upprunaskógana. Já, af því að þar mjög svona dýrmætt lífríki og fjölbreytileiki og þannig að við þurfum að gera hvort tveggja sem hefur verið náttúrulega. Ef við tökum skógræktina, þá hefur þetta verið svona tvíþætt hlutverk alveg frá 1908 þegar stofnunin fór af stað að vernda þá skóga sem voru fyrir, reyna að láta þá breiðast út og síðan að rækta skóga til nytja. Ég las einhvers staðar að
það væri hægt að framleiða líklega 5.000 ólíkar vörur úr nytjaskógum og að þeir væri notaðir í sífellt fleira, lyf, snyrtivörur, fatnað, notaðir í landbúnað, matvælavinnslu, bara ótrúlegustu hluti. Er það jákvætt að við séum að nota þetta meira eða þá að svona stækka þetta, hvað ég segja, líffræðilega kerfi til nytja? Já, það er líka sko svo hagstætt að geta leyst af hólmi önnur efni, eins og til dæmis olíu, steinsteypu og fleira með timbri. Því að til dæmis steinsteypa hefur í för með sér mjög mikið kolefnisfótspor eða kolefnislosun og ef við notum timbur í staðinn þá er það bara plús og það dregur úr losun vegna bygginga. Ef við getum búið til plast sem við getum gert úr trjám, þá þurfum við ekki að ná í olíu í jörðina til að búið til plastið. Þurfum ekki að vera með olíuhreinsunarstöðvar áður en við getum síðan búið til plastið. Og svo framvegis, við bara búum þetta til úr trjánum sem eru þá vonandi tekin úr sjálfbærri skógrækt, þar sem er ekki verið að minnka skóglendið heldur stækka það. En það er mjög mikilvægt að standa vel að ræktun nytjaskóga. Hvernig er staðan með íslensku nytjaskógana? Getum við einhvern tímann orðið svolítið sjálfbær? Já, við settum nú fram fyrir nokkrum árum tillögu að því að við myndum fjórfalda gróðursetningu á Íslandi og þá reiknaði einhver út að eftir 60 ár gætum við orðið algjörlega sjálfbær timbur á Íslandi. Og þetta gæti nú alveg verið að gerast núna því að bæði hafa stjórnvöld verið að auka framlög til nýskógræktar og til stækkunar á birkiskógana líka og síðan hafa alls konar aðilar sem hafa áhugaði að binda kolefni verið að banka upp á hjá okkur bæði innlendir og erlendir, eru bara hreinlega með peninga, vilja rækta skóg til þess að binda kolefni og það hjálpar okkur Íslendingu við að stækka skógana, bæði birkiskógana og síðan skóga með öðrum tegundum. Þannig að þetta er frekar bjart og ég trúi því að við verðum eftir nokkra áratugi sjálfbær með timbur. Skál fyrir því. Takk fyrir spjallið, Pétur. Takk sömuleiðis. Gaman að fá þig hérna hingað að spjalla. Já, takk fyrir mig.